Komið sæl og blessuð og velkomin í 10. þátt af Styrktarþjálfaranum. Já, við erum hálnuð með þessa seríu. Þetta á að vera 20 þáttar sería sem við ræðum við styrktarþjálfara sem tengjast knattspyrnuheiminum. Og í dag verður gestur okkar Hallur Freyr Sigurbjörnsson sem fyrrum styrktarþjálfari IA og núverandi styrktarþjálfari á U19 landsliði Kalla og búinn að vera að gera hinn ýmsu verkefni með þeim. Ásamt því að hann búinn að breyta smá starfsvettvang og farin að kenna og við förum aðeins að ræða þessi mál við hann í spjallinu sem við áttum í kvöld. Þessi vika búinn að mjög áhugaverð hjá mér. Ég var að koma heim í gær að utan, skrapp til Manchester, ég sem ætlaði að fara að sækja sigur fyrir mína menn í Manchester United, en guð minn góður það sé að horfa upp á þarna í 90 mínútur Old Trafford. Þetta var ekki boðlegt fyrir lið sem ætlaði að fara að sækja sér sæti í 16. úrslitum Champions League, heldur þetta var bara frekar dapur frammistaða, en það segir okkur það að liðið ætlar að leggja vonandi þessa orku sem þið spuru í þessum leik í Liverpool-leikin sem verður á sunnudaginn, en ef þeir ætla að spila alveg eins þá verða þeir jætnir lifandi. En aftur á móti, ef við ætlum að fara aftur í þetta klassíska sem við ræðum í styrktarþjálfaranum, þá þurfum við að fara beint í það að tala um sponsan okkar og við erum með hérna 3 frábæru aðila en þá með okkur í liði og við byrjum auðvitað á fitnessport og núna styttist í það að það komi janúar og einhverju ætla að fara að kötta niður og einhverju þurfa kannski að kaupa eitthvað gainer eða eitthvað svoleiðis til að byggja vöðamassa og einhverju vilja kannski bara prótein eða kreatín til að halda sér gangandi, þá klárlega fitnessport málið fyrir ykkur og þeir eru auðvitað líka með þessa blessuðu váhætri drikki sem við höfum verið að fara í gegnum og núna eru auðvitað mínir menn í Manchester United, kannski ekki besta auglýsingi fyrir váhætreit en þeir eru sem sagt nýr svona samstarfsaðili þeirra en þetta frábær drikkur, mjög bragðgóður og fullkominn drikkur bara fyrir tilefni og það sem góða við hann að hann hentar frábærlega líka á æfingum út af þessum söltum og steinefnum því að við hefum að svitna og svitnum við út þessum steinefnum og söltin hjálpa okkur að binda þann vökva sem verður við vökvatapið. Það að halda í eins og við getum og það líka D-vitamin sem mikilvægt fyrir okkur Íslandinga, sérstaklega núna þegar við komin í Dark Days of December þá lítið sól og eins og við erum að æfa þetta í KR í hádeginu þá sjáum við alla sólina koma upp því hún bara falin á bak við íþróttahúsið, hún það lágt niðri þessa dagana þannig að það klárlega málið að við þurfum að fá okkar D-vitamin og svo þetta eru þeir líka með High Five sem hágæða vara sem hentar vel íþróttafólki eins og við höfum farið í gegn áður og það skiptir ekki máli hvort þú sé knattspyrnu eða hvort þú sért í einhvers konar MMA eða handbolta, körfubolta þá það alltaf gott að hafa High Five við hendina því þá ertu með sem sagt kolvetnablöndur, orkugel og þessi sölt sem hjálpa okkur að viðhalda vökva svo við verðum ekki ómiklu vökvatapi og fyrir fólki í íþróttu skiptir miklu máli líka með fái rétt eldsneyti að við séum að gefa honum réttu orkuna svo við náum að performa þegar reynir á í okkar atburðum, hvort sem það í leikjum eða á æfingum eða einhvers konar keppni. Orkugelin frá High Five geta líka reynst eins og ég oft talað sem dýrmæt orka í hálfleik til að geta keyrt upp orkustigi á nýjan leik til dæmis í seinni hálfleik en tala ekki ef við förum í framlengingu í okkar leikjum þá þurfum að fara upp í 120 mínútna leiki þá frábært að vera með High Five orkugelin við hendina á bekknum þannig að menn geti fengið smá orku þegar glíkógenbyrði líkamans farnar að tæmast. Einnig með okkur í liði eru þetta Biobú sem við höfum verið með hérna frá upphafi eins og hinni 3 styrktaraðilarnir og Biobú matvöruframleiðandi sem sérhæfir sig í lífrænt unninni vöru og gríska jógurtið þeirra á heldur betur við núna á bulk season og ég tala ekki hakkið þeirra eða hamborgarkjötið þeirra eða kjötbólurnar sem allt bara frábær fæða sem hentar virkilega vel fyrir íþróttafólk sem þarf að fá sem sagt sitt kjöt, sitt prótein, alvöru próteingjafa í hendunar og það sem góða við til dæmis að velja lífrænt, það af heilbrigðisástæðum og af umhverfisástæðum og af mannúðsástæðum. Þetta svona þessi helstu 3 punktar sem má líka hafa í huga þegar maður velja okkur lífrænt ræktaða vörur og svo með þessum lífrænt unnu mjólkurvörum þá innihalda meira af lífsnauðsynlegum fitusýrum eins og omega 3 og CLA. Þannig að þetta eru klárlega vörur sem eru virkilega
góðar fyrir íþróttamenn eins og ég er búin að hamra hérna á og ég myndi mæla klárlega með því að þið farið út í búð og ég veit þið komið í verslanir Hagkaups og ég sá það þar út á Eiðistorgi og einnig einhverju krónuverslunum þá getið þið fengið til dæmis kjötin frá Bíóbú ásamt því að í öllum matvöruverslunum finnið þið mjólkina þeirra sem algjör eðall, finnið gríska jógúrtið þeirra og jógúrtið þeirra, þannig að klárlega smakkið á því. Og síðasti styrktaraðilinn okkar að sjálfsögðu hinn einu sönnu Unbroken sem einn af 4 stærstu styrktaraðilum bestu deildarinnar. Og virkni Unbroken auðvitað margþætt eins og við höfum margoft komið inn á og steinefni og vítamín í Unbroken styrkja ónæmiskerfið og veita þér orku og efla heilastarfsemina. Við erum að tala um efni eins og B12, zink, selen, prólín og engin gerfissykur og ekkert koffín. Og það sem gerir líka Unbroken einstakt þessi notkun náttúrulegs ensím slagsins til að brjóta niður próteinsameindir og líki því eftir svona eðlilegri meltingu mannsins. Og líkaminn eyðir lítilli sem engri orku í meltingu á Unbroken og því hæst virknin einungis nokkrum mínútum eftir inntöku. Við hjá mér við Eiður Ben höfum verið að æfa hart 3 í viku á mótnana og þá einmitt fá okkur þessa blessuðu Unbroken blöndu og hún nýtist vel í þessari endurheimt og ég skal bara segja það að þótt að ég sé ekki afreks íþróttamaður þá finn ég klárlega að þetta gefur mér orku inn í daginn þegar ég tek þetta á mótnana eftir góða æfingu. Einnig þetta ákveðið magic trick þeir sem hafi kannski hlustað á, ég held að Steve Dagskrá hafi til dæmis farið inn á þetta, þeir tala Unbroken sem þingumeðal. En út af því að þetta svo mikið af steinefnum og vítamínum í Unbroken þá hentar þetta mjög vel þeim sem eru að díla við timburmenni og þetta gefur sem sagt þess að blessuðu ekki að segja orku en þetta hjálpa þér sem sagt að halda sem sagt að fá hydrate levelið eða fá vökvurinn aftur líkaminn ásamt því að fá þessi steinefni og vítamín. Þannig að smá trikk fyrir þá sem eru á leiðin í jólaglöggið þá ágætt að eiga nóg Unbroken heima á sér. En nóg af því, nú er ég búin að bladra nóg mikið og við ætlum að heyra í honum Halli og fara yfir hans hlutverk og hvernig hans saga hefur verið síðustu ár í styrktarþjálfara heiminum. Gjörðu svo vel. Blessaður Hallur. Sæll og blessaður. Gaman að fá því í Zoom-spjall. Ég fæ flesta í stúdíóið en síðasti sem var í Zoom-spjalli, hann bjó í Svíþjóð, þú byrjuð upp á Skaga. Það nú ekki svona langt á milli okkar. Þetta nú svipað langt sko. Það má segja það. Heyrðu, hvernig ertu í kvöld? Ég bara þokkalegur. Það ekki. En ég bara mjög góður. Við erum á 5-dagskvöldi og þú ertu að klára venjulegan vinnudag, orðin kennari. Já, ég tók svolítið svona ómænta leið í mínu lífi og tók með smá pásu núna í styrktarþjálfun og fór kennaraleiðina og komin í Brekkubæjarskóla inn í 9. bekkinn þar sem fagaðili og svo ég 20% starffræðikennari líka. Ok. Áhugavert. Ég tali vera lélegasti starffræðikennari á landinu. Já, ég held að ég myndi ekki geta kennt starffræði. Ég þurfti að fá aðstoð frá nemendum með eitthvað væri sko. En heyrðu, nú skulum við fara í málefnin sem við ætlum að ræða. Það styrktarþjálfara heimurinn. Þú ert nú búin að vera viðloðin það í þó nokkuð tíma. Og hvernig hefur þinn ferill þróast og móta sem styrktarþjálfari í gegnum síðust ár? Sko, þetta byrjar í rauninni á Akranesi í Metabolic, eins og margir kannast við. Byrjaði það sem 2017 sem var bara svona mitt fyrsta þjálfarastarf. Og ég bara svolítið varð ástfanginn af þessu, að kenna öðrum og að vera í kringum þjálfun. Og þetta var samhliða skóla og út frá Metabolic, þetta var bara í COVID-inu þegar það fór svona allt niður á sig í Metabolic, þá kem ég inn í Kára, knattspyrnufélagi Kára og byrja þar með fótboltann í rauninni svona, það var mitt fyrsta svona alvöru verkefni. Á undan því var ég svona aðstoða hjá Val, kom hann inn með Jóa Emil og var svona hans hægri hönd í rauninni, það var mikið að gera hjá honum og ég kom svona inn þegar hann gat ekki verið og já, það svona í rauninni var fyrsta og svo kom Kári inn þar á eftir og svo ekki smá pásu, fór út að sjóa eins og
leið að ég hætti sjónum, þetta var bara fyrsti dagur eftir grásleppuvertíð, þá hringir Jóhannes Karl í mig. Bara væri til að koma inn í viðtal og þá var semst Arnór Snær, góðvinur þáttarins, hann var að hætta, var til bótu og hann bauð mér þessa vinnu hjá IA og ég var þar í 3 tímabil og hætti núna semst eftir síðasta tímabilið. Já, frábært. Þetta búið að vera bara flottur svona tröppugangur á þessu hjá þér. Einmitt að fara í gegnum námið, varst ekki samhliða náminu með Jóa hjá Val á þeim tímapunkti? Jú, en það byrjaði semst í bara verknáminu, þetta var á 3. ári minni mig, eða öðru, ég man ekki alveg hvernig verknámið var. Þú hefur talað um þetta, maður fæði svona 3 vikna sesjón. Já, nákvæmlega. Já, og ég fór í Val og fylgjast með Jóa. Og hann leið svona hrikalega vel á mig og sömuleiðis mér á hann, þannig að hann rauninni bara bauð mér að koma og ég var þarna í 1 ár eða 1,5 ár eða eitthvað svona að taka bara aukalega og þá svona komst ég inn í fótboltaheiminn og ég rauninni bara fann mig miklu betur þar í svoleiðis þjálfun, sko. Það sem að kannski svona öðruvísi við metabóliki var að þarna voru leikmenn sem voru að stræfa eftir ykkur markmiði og mér fannst miklu skemmtilegra að þjálfa í rauninni með eitthvað að leiðarljósi, sko, í staðan fyrir að vera að þjálfa bara almenna borgara. Já, ég skil. Heillaðist að dísandi, sko. Algjörlega, þetta er líka bara frábært einmitt að taka svona semi-internship sem þróa svo í bara starf. Þetta er svona, maður má sjá meira að þessu vera gert í bara þessu íslenska styrktarþjálfara umhverfi, klárlega. En út og talar nám, þá þurfum við að fara líka í bakgrunniðin og mentur sem tengir svo starfinu. Hver er svona þeim bakgrunnur úr íþróttum og svo bara menturinn í kjölfæði? Já, svo ég byrja bara á mér sjálfum, þá hef ég alltaf verið mikill íþróttamaður. Mjög snemma, svona mjög fljót þroska, þannig að ég var alltaf mjög góður í öllum íþróttum þegar ég var ungur. Og svona þegar ég fór að sækja í nám, þá svona fór ég að hugsa svona í hverju ég góður og íþróttir voru svona bara það fyrsta sem kom upp í hausinn. Alltaf verið tengt fyrir íþróttum, æði fótbolta sjálfur, alveg fórum í annan flokk og hef bara mikið áhuga á öllum íþróttum í rauninni. Og þannig ég fór í HR, tók BS þar í íþróttafræði og fór þannig inn í fótboltann og svo var ég búinn með 1 tímabil hjá IA, fyrsta tímabilið, og þá var mér boðinn styrkur í meistaranámi og tók það. Og það var Júdósamband Íslands sem að bauð með það og ég er þakklátur þeim að hafa búið með það. Og æfi sjálfur svo ég kem inn á það því ég skrítið að Júdósambandi sé að bjóða mér eitthvað, en þá æfi ég jiu-jitsu sjálfur. Ég hef gert það síðan 2017, þannig að ég held að það hefur verið svona linkurinn í þetta. Og ég er bara mjög þakklátur fyrir þetta nám og þetta hefur hjálpað mér mikið í minni þjálfun og þróun. Klárlega. Ætlarðu að horfa á meira nám svo í kjölfarið eða ætlarðu að láta masterinn duga í bili? Það er svona spurning, þetta er að koma núna upp það sem ég er komin í skóla, sko, hvort þetta mögulega klára kennsluleiðina líka, það er bara í ár í það, sko, eða ár eftir að því. Why not? Why not, sko, en við skulum aðeins bíða með það samtidig. Og gæti fara á sjóinn aftur, þá tekum við ekki að fara í þetta. Það er alltaf alveg, sko. Nákvæmlega. Á hverju byggir þú þína hugmyndafræði í kringum þjálfunina þína, fyrirgefðu? Sko, eins og ég sagði, þá var ég mikið sjálfur búinn að vera og þegar ég tala um að ég verið mikið sjálfur, þá var svona tíma sem ég var að þjálfa, þá var ég að æfa sjálfur. Þannig að mikið af þessu kemur bara minni eigin reynslu, sko, og upplifun það sem ég séð. Og ég svona ég byrjaði að taka mjög mikið af Jóa. Það var svona mín fyrsta sýnin í fótboltann. Þannig ég svona tók hans hugmyndafræði alveg gjörsamlega bara inn í hausinn á mér og nýtti með það. Og svo eftir ég var að koma með þetta eigin lið, eins og Kára og IA, þá fór ég að taka svona hér og þar, bara hvað finnst mér virka, prófa þetta, prófa hitt. Prófaði ofta með sjálfum, sko, svo þegar þetta fór að vera svona meiri fótbolta specific, sko, datt ég aðeins út í því að prófa sjálfur, en ég svona vissi í grunninn, hvað þetta væri að gera og ég svona þekkti þetta sjálfur á mig sjálfur, hvað virkaði. Nákvæmlega. Þannig að þetta er svona smá bland í poka, sko, en svona eiginlega bara það besta sem að ég finn á hverjum stað, sko. Já, nákvæmlega, vera með góðan filter. Já. Finna hvað meikar sens og hvað meikar ekki sens, það er klárlega málið, mjög mikilvægt. Og svo prófa maður náttúrulega bæði, sko, þá þarf maður helviti duglegur að sikta út það sem að maður virkar ekki og núna þegar ég horfði til þess tilbaka bara á fyrstu æfingarnar mínar þegar ég var að byrja, þá var þetta bara svona, hvað var ég að hugsa þarna, sko? Já, og þú veist, það er líka bara ósköp eðlilegt.
Og svo fyndi líka, þótt að maður horfir stundum á þetta gamla og svona, hvað var ég að hugsa þarna? Svo kannski nokkrum mánuðum seinna hugsa maður horfir á prógramið aftur, heyrðu, já, þetta make a sense þarna. Þú veist, maður fer oft í hringinn í kring í ákveðnum pælingum, sko. En auðvitað getur maður líka farið gjörsamlega í tómaþvælu, til dæmis varðandi æfingamagn og ákjær samhliða því og allir keyrðir í kaf í staðinn fyrir sem að bæta einstaklinginn. Það kannski svona mestu byrjandamistökin. Það akkurat máli, sko. Oft að grafa svona í æfingabankunum og skoða gamlar æfingar. Þá horfum ég svona á þetta, ok, ég byrja á þessu, en djöfull var þetta erfitt, maður. Hvað var ég bara að reyna að vera með erfið æfingu, eitthvað til að sýna hvað ég var að harður þjálfari, eitthvað svoleiðis. En svona eftir að þetta þróaðist, þá fór ég meira svona að hugsa út í, sko, bara hvernig líkaminn tekur við þessu, sko. Þá fór maður meira að hugsa hvíld og príabæðingarinn á milli og allt svoleiðis, bara halda mönnum heilum, sko. 100%. Skemmtileg þróun á þessu. Algjörlega, og það bara rétt þróun á þessu, maður bara lærir á leikinn, hægt og rólega. Hvert svona var þitt hlutverk hjá þínu síðasta félagi? Og hvernig svona, ég veit þú varst að styrktarþjálfarinn hjá karla- og kvennaliðinu, var eitthvað munur á hlutverkunum þar á milli eða svona, eða þú veist, varstu meira fitness tengdur öðrum megin eða meira styrktartengdur hinum megin? Já, það var munur. Svo ég segi það bara skýrt fram að ég var mjög meina hjá köllunum. Þetta einhvern veginn bara svona, ég kom einhvern veginn þannig inn í þetta starf, sko. Eins og ég sagði þá var þetta Jói Kalli sem réði mig sem styrktarþjálfara karlaliðsins. Svo tók ég að mér kvennaliði líka og yngri flokkana. Já. Og var í rauninni minna með yngri flokkana og kvennaliði þótt að ég hafi verið inn í öllum liðum, en til dæmis hjá kvennaliðinu þá var ég með, það var þetta meira svona líbó, ég var með upphitanir á æfingum þegar ég gat, eða skaraðist á, og þá tók ég yfirleitt karlamein, sko. Já. Og í yngri flokkuna þá var þetta yfirleitt skipulögð æfing bara einu sinni tvisvar í viku á undirbúningstímabili, og svo ekkert inn á keppnistímabili en eitt svoleiðis. En konunum þar þá var ég líka að sjá GPS, Statsports hjá þeim, og á leikjum, upphitun og live Statsports og kubbana þegar það var í boði. Og veist hvernig á Íslandi ekki alltaf eftir að vera með live, en alltaf þegar ég gat þá var ég með það. Já. Hvernig var það, nú ætlum ég bara aðeins svona taka sidestep þarna, varðandi að fá kubbana live, var það ekkert mál? Fékkstu alltaf alla kubba inn þegar þú varst með þetta live? Ekki fyrst, nei. Þetta var mjög böggandi fyrst, sko. Og ég hef sagt á þér að þessi kubbar, þetta snýst ekki að vera bestur á þessu kubba, þetta snýst bara að vera bestur að laga mistök. Að því þú ert góður að leysa mistök í þessu, þá ertu bara með helviti mikið under control, sko. Já, þú ert og líka bara vera með þessa tækni í þessu, maður þarf að oft líka hreinsa gögnin og finna af hverju feilar í gögnunum, það er líka haldið oft sem maður þarf að vinna í þessu. En fyrst þú minnist að þetta, þá skal ég segja triksið við þetta. Ég var fyrst alltaf að henda kubbanum á þá, svo hlaupar hann á völl og svo ég bara með iPadinn, skilur, að bíða eftir að tengist mig. En triksið var að setja á þetta í gang bara niðri, leyfa live tækjunu að taka við bara klukkutíma fyrir leik, sko. Svo fer ég bara með kubbanir í klefa og þeir eru með kubban í upphitun og inn í klefa og svona. Svo koma þær út af völl, allir tengtir, klukkutíma fyrr og þá bara byrjaði ég drilluna, sko. Sko, alltaf lærir maður eitthvað nýtt, maður. Ég einmitt núna að prófa Statsportið hjá KR og lenti einmitt daginn að ég var ekki að ná öllu kubbunum inn og það var svolítið að bögga mig, ég fekk bara 5 inn, þess vegna var ég að spyrja það þessu. Því að ég var nefnilega því á mig hjá KSI þá fekk ég alltaf alla live inn, þannig að þess vegna er ég að pæla hvort það væri eitthvað issue hjá mér, en þetta er greinilega eitthvað trix og með þarna upp í erminni. Sko reynda þegar þú segir þetta líka með hjá KSI, þá hef ég verið líka með þá og einhvern veginn virðast vera þægilegri. Hvort það sé eitthvað svona utanlandstenging eða eitthvað svoleiðis sem er betri, af því að þeir eru yfirleitt bara allir grænir, ekkert við, sko. Talandi það, nú erum við búin að tala full skagaliðið og þitt hlutverk þar, en þú sagðir einmitt, þú ert líka tengdur í KSI. Varstu búin að fara yfir allt skagahlutverkið þegar ég greip fram í fyrir þér með Statsportið? Ég er rauninni komið bara inn á kvenna og yngri flokkana, en ég átti eftir að tala kallana. Ok, kláraði kallana, svo fyrir við í KSI-verkefni, því ég ætla bara að skrifa þetta hjá mér svo ég gleymi sig ekki. Ég kláraði þá snögglega, þetta var mjög svipað hlutverk, sko. Lítið sem bætist við annað en kannski sama með kubbana og uppbytun og allt svoleiðis á æfingum og leikjum.
En þá var það líka bara skipulega styrktaræfingar, langt inn á tímabil og ég sat allar æfingar hjá þeim og 2 til 3 í viku inn á keppnistímabil þá voru styrktaræfingar sem að ég sá alfarið og hlaupin á æfingum og svoleiðis. Og svo kannski minnast það líka með kvenna og yngri flokkarna og karlalið að ég sá allar mælingar líka. Já, þetta. 3 mælingar cirka á undirbúningstímabili og svo 1 viðmiðunar inn á miðjutímabili. En þá verðum við líka að spyrja, hvaða mælingar varst það að notast við? Ég var bara með einfalda mælingar, ég var með power mælingar, þá var ég notast við vertical jump, bara count and movement. Og fiktaði svolítið við öll 3 hoppin, squat jump og 3 second pause og með höndum líka fór aðeins að skoða það. Svo var ég með sprettina, 30 metra spretti með 10 metra splittíma. Svo gamla góða jójó testi og svo markmanns jójó líka fyrir markmennina sem svipuð uppsetning. Okay. Og svo hámarsmælingar líka sem við tókum 1 sinni 2 á prísísjón. Þá hámars styrkur eða? Já, bara hámarsstyrkur upp í gymmi, sko. Já. Ok, frábært. Heyrðu, þá förum við í KSÍ-verkefnið þitt. Fyrst að ég greip fram í alveg tala hægri, vinstri, út og suður hérna rétt aðeins. Þannig að þú ert búin að vera tengdur inn í U19 í hvað, 2 ár? Já, frá nóvember 2022. Já. Ok, og hvernig hefur þitt hlutverk þróast þar? Sko, í fyrsta lagi var þetta bara geggjað hlutverk. Skulum byrja því. Ég alveg gjörsamlega elska þetta og ég frábæri teymið þarna í U19 liðinu. Óli Skúla þjálfari, Lúlli aðstoðarþjálfari sem að by the way kom mér inn í þetta, fekk símtali frá honum, hann fyrirverandi þjálfari minn hérna hjá Ína. Ok. Mikill vinur minn. Já. Eða svona var það eftir að hringdi mig. Já. Og ég fór með þeim nóvember 22, fór til Skotlands í milliriðil. Já. Og mitt hlutverk þar í rauninni, þarna fekk ég svona allt annan pól bara á knattspyrnu, sko. Þetta svo allt öðruvísi. Þarna vorum við að keppa 3 leiki á 9 eða 10 dögum. Og svona það sem ég var vanur kannski hjá IA í félagsliði. Þetta kom mér svo mikið óvart hvernig þetta var stýrt. Sko, æfingarnar voru meira og minna tekniskar, þetta bara taktík yfirleitt. Mitt hlutverk var bara að sjá uppbytun, halda mönnum góðum. Uppbytun á leikjum líka, statsports og svo recovery æfingu svona yfirleitt eftir leiki. Það sem að ég fekk svolítið að leika með það. Bara svona að halda mönnum alveg gjörsamlega heilum. Og ég prófaði ýmislegt þar. Ég fór í sund til dæmis, svona vassleikfimi og það nefnilega heldur gaman. Þetta nefnilega heldur gaman, sko. Tókum ykkur svona alvöru svona NFL-æfingu í Spæðinu. Það var gaman, sko. En það sem eiginlega komið mest á óvart með þetta var, sko, hvernig þjálfari álastýra þessu. Að ég var ekki vanur því, sko. Að því að eins og með taktískar æfingar. Bara það, að það hefði verið svona heila málið og hvernig þið stilla leikmönnum upp í leiki, skilur. Það ekki alltaf bara sterkasta lið, þeir voru líka að hugsa sko, availability, hver að fara að spila 2, hver að fara að spila 1 og raði lið eftir því. Mér finnst það mjög áhugavert. Já, það eitt sem mitt, þú segir þetta, sem ég aðeins mjög góður punktur og því að ég tók eftir þessu líka þegar ég var í mínum landsliðsverkefnum. Það einmitt álagstýringin, þú bara í taktískum æfingum, þú æfir ekki neitt. Og svo maður einmitt þarna með við borðið þegar maður í KSÍ-treyjunni að fylgjast með álagstýringunni þarna og lótinu versus það þegar þú ert hjá félagsliði og einmitt þegar þú ert félagsliða megin og ert að fá því menn tilbaka úr landsliðsverkefni þá bara finnur stundum að þeir sýnast í hálf unfit þeir sem ekki að spila alla 90 mínútna leikina. Þannig að þeir koma tilbaka bara svona detrained eða undertrained því þeir eru búin að borða mikið og vera bara svolítið mikið, þú veist, á ég basically að tala um þennan hótelmat sem alltaf bara menn að borða 3-4 stóra máltíð á dag, sko, flestir æfa almennilega, en þegar æfingalóti ekki þetta mikið og maður svona, og menn kannski ekki að fá þetta stimulation svona fyrirvarandi, sko, hvað maður segja, bara svona alvöru ákefð. Svo koma þær heim og maður finnur bara að tekur 2-3 daga fyrir að koma tilbaka því að þeir eru ekki búin að ná nógu miklu inni, þetta klárar ekki 90 mínútna leiki. Ég veit ekki hvort sé þín tilfinning Skagamegin, en það var allavega mín tilfinning þegar ég var Víkingsveginn þegar við fengum strákarna tilbaka, við vorum að fá það bara svona svolítið detrained tilbaka, sko. Já, algjörlega, ég skil hvað þetta fara með þetta og þetta kemur líka bara inn á mínu hlutverki í miklu samræði við þjálfarana, þá var þetta mitt hlutverk svona fyrir utan allt annað, var bara load management. Hvað hefur að gera við gæjana sem að spila minna, hvernig hefur að halda þessum gæjana sem að spila mikið, þetta var svona
þetta er algjör púsluspil, en Þetta er það sko og þetta er skemmtilega trikki en það er rosalega erfitt að halda þessum gæjum, sérstaklega spil ekki neitt já, í þennan tímaramma, að halda þeim gangandi, þannig að við vorum meira sér stundum að ýja að strákunum fyrir, þið verðum að gera smá auka ef þið eru ekki að fara að taka leikin, við verðum að fá smá meira lóta lappirnar, því að þetta var, svo sama tíma þeir sem æfðu hjá okkur, sem var ekki landsleikja verkefni, þeir voru kannski í hörku æfingum í prísísoni í til dæmis mars og þeir voru bara búin að stinga hérna af, sko. já, Þannig að- nákvæmlega. Og það er líka svo erfitt að tróða þessum æfingum inn í landsliðsverkefni. Einhverju svona, þú verður að Nákvæmlega. halda þeim við, en þú mátt ekki gera of mikið samt og maður er svona einhvern veginn fastur í millinu, sko. Já, þetta er mjög trikki en samt krefjandi og skemmtilegt verkefni og köllum þetta lúxusvandamál þegar maður er að díla við svona skemmtilega Já, verkefni, sko. Þetta er algjört lúxusvandamál. En hérna, já, ef ég held síðan áfram með þetta, þá fórum við núna, kannski eftirminnilegt, að því ég var að koma heim úr þessari ferð, þá fórum við til Frakklands núna, Já, í sliðin nóvember. Í annað millirið þar komast við miður ekki upp úr honum, en áttum bara frábæra leikið hana. Já. Og allir mjög sáttir með þetta. Þetta var svona helvítis klúður að ná ekki að komast upp úr því, en við áttum að skilja. Og já, þetta var bara sama. Ég get ekki tala betur um þetta starf, af því að teymið í kringum þetta er gjörsamlega frábært og ég er bara voðalega þakkláttur fyrir að vinna með þessum mönnum, sko. Já, ég trúi því. Er ekki Jamie líka með ykkur í þessu? Sko, Var hann Jamie með 21? hann er í 21 núna, hann var í fyrra í nóvember í Skotlandi með mér. Já, og var hann ekki sumar líka í Evrópukeppninni? Jú, fór hann til Slóveníu með þeim, eða eitthvað svoleiðis. Ég held það. Já, ég veistu, ég er ekki alveg með þetta hreinu. Hann var allan á Já. æfingunum hérna í miðgarði fyrir ferðina núna. Já, ok. Hann er með allt upp á 10 þegar kemur að markmennum. Brassingtoni, hann er góður. Gæði. Herðu, hvernig svona myndirðu byggja upp æfingavikuna þína þegar þú ert með félagslið í höndunum? Sko, ég veit að tala um það núna, þá verði ég eiginlega miðað við lengjudeildina, sko, það sem var síðasta deild sem að ég var í þegar ég var. Já. Þetta var svona eiginlega, mun ég segja, sko, mesti og besti munurinn á tímabilinu 2002 og 2023 þegar við fjallum á bestu og fórum í lengju. Að við settum inn í 2 til 3 styrktaræfingar inn í viku. Ok. Það var yfirleitt vikir á laugadögum í lengju. Já. Mánudagurinn, það var svona, þá tókum við alltaf sko korter til 25 mínútur ish inn í Ok. höllinni. Já. Tókum svona power styrktaræfingu, ekkert alltaf erfið. Á mánudagurinn var þetta bara basically til þess að koma líkamannum í gang, sko, bara svona virkja kerfið og hann var bara að fá sett ykkur nokkrar trappar, deadlifts og svoleiðis. Svo tókum við aðeins meira intensa á þriðjudeginum, þá kom ég meira með svona sport-specific æfingar inn, bara sprengikraft og hopp og plyometrics og svoleiðis. Það var samt sama í rauninni magn, það var bara 25 mínútur magn, sko. Menn keyrðu sig bara smá út þarna og fóru síðan á fótboltaæfingu. Svo var frí á miðvikudeginum og svo tröppuðum við niður á lagið 5. og 1. Fórum meira í taktískt og svona létt aðeins til að undirbúa fyrir leikinn. Já, frábært. Treina andstæðinginn og svo leikur á laugardegi og svo tókum við verið í recovery á sunnudegum alltaf. Já. Og það er svolítið, svo ég kemur að það eins, það var svolítið breytilegt af því að til að byrja með var ég yfirleitt bara með liftingar, sko, deginum eftir leik. Já. En breytti því svolítið á síðasta tímabili og var meira bara með létt skokk, bara 16 mínútur skokk og teygjur, príabæðingar, bara svona menn í spjallgírnum, sko, bara koma blóðið í fæturnar, sko. Og mér fannst það virka helviti vel og ég svona hélt mig mjög mikið við það, var ekkert að breyta mikið til í fyrra. Nei. Og það fannst mér bara virka helviti vel, sko. Það gekk líka vel. Já, og leikmenn voru sáttir með þetta, sko, við talaði við leikmenn og þeim fannst þetta gott, sko. Já, frábært. Það er líka mjög oft gott. Beintu. Nákvæmlega. Og bara með bæði liðin, kalla og kvennalið, fórst beint upp með bæði. Þannig þetta var gott sumar hjá þér. Helviti gott. Vörtu mikið við því, sko. En nú ertu búin að vinna með nokkrum þjálfurum upp á Skaga til dæmis. Og hvernig svona hefur þitt hlutverk eitthvað breyst með þjálfaraskiptum eða hvernig hefur það verið? Sko hlutverkið sem slíkt breytist ekki mikið, sko. Það var svolítið bara horft á mig í þjálfaraskiptum, bara svona hvert er þitt hlutverk?
Já. og ég bara svona upplýsti því og það var bara svolítið viðhaldið og svo þannig að í rauninni breyttist ekkert á milli þjálfara í rauninni, kannski bara svona nokkur add-ons hér og þar, bara ég vil að gera þetta frekar, ég vil meira áherslu á þetta, þá bara aðlagast maður eftir því sko, en hlutverkið svona nokkurn veginn the same sko. Ok, það er bara flott. Ertu með svona einhverja sérstaka uppsetningar á off-seasonu og svo undirbúningstímabilinu varðandi load managementi? Ertu að æfa meira á off-seasonu eða í upphafi undirbúningstímabili varðandi styrkina? Ertu bara með svolítið svona tactical periodization sem þú svolítið byggir bara viku fyrir viku? Já, núna þú segir þetta með pre-season, svolítið langt síðan ég var á pre-season. Ég þarf að hugsa tilbaka, það er bara meira en ár síðan sko, en ég er svona aðeins í hausnum. En já, undirbúningstímabilið var náttúrulega bara í grunninn til að bara koma mönnum á stað sko. Og það var miklu meiri álag og við vorum að setja hlaupaæfingar og 2-3 styrktaræfingar þar sem að álagi var miklu meira og styrktaræfingarna þar versus eins og þú sagðir inn á tímabil. Alltaf bara allt annað póll á álag og þyngdir og æfingaval sko. Maður meira í styrk sko, menn átti að vera með að labba dæmi til það sko. Á meðan ég myndi ekki taka það á þriðjudegi fyrir leik, skilur. Nei, eðlilega ekki. Þannig að já, þetta var meira svona bara að koma mönnum í gott líkamlegt stand, bæði með hlaupum og brútal liftingum. Og svo svona seinni hlutin þá var þetta meiri viðhald sko og þá fór maður að hugsa meir availability sko, hafa menn klára í gegnum allt sko. Eðlilega, bara flott. Svo ég minnist að ég tala um availability, þá var helvíti gott availability hjá okkur í fyrra einmitt. Svona þrátt fyrir nokkuð stór meiðsli. Já. En var ekki hásina vesen eða eitthvað svoleiðis? Jú, þessi stóru meiðsli, það var einmitt Alex Davey. Já. Greiði maðurinn, hann sleit einmitt í æfingarleik rétt fyrir tímabil. Maður tók það svolítið inn á sig sko og helvíti svekkjandi með hann og svo var einn ungur strákur líka hjá okkur sem að sleit krossband. Já. Og það voru svona einu stóru meiðslin í rauninni, kannski Ingi Sig var slæmur í nárun og svolítið mikið, en þetta voru svona þetta voru 3 stór meiðsli sem að maður svona gat lítið gert í á þessum tíma, en svona þrátt fyrir þau, það var ekki mikið vöðvatofnanir eða eitthvað svona meiðsli inn á tímabil sko. Svona þrátt fyrir kannski höggmeiðsli eins og Gísli lenti alveg í lokin, fekk högg á ökklan og sleit ykkur laupum það sko, en það er svona out of control sko. Nákvæmlega. Þannig að í fyrra, og þess að tala um þetta æfingasetup sem vorum með í fyrra, þessar 3 æfingar þarna inn á, mér fannst það bara virka svo vel að því að availability var alltaf í topp sko. Og það var svo lítið að þetta kvarta og lítið að þetta breyta því maður hugsa bara skilur þetta að halda þeim góðum. Þeir voru í svakalega góðu formi, spiluðu alla leikina upp á 100 sko. Og þetta bara svona sýndi sig að þetta væri að virka. Þannig að ég virkilega sáttur með svona hvernig við náðum að stilla upp þessu tímabili í rauninni æfingarlega séð sko, periodization. Bara frábært. En hvernig svona eru þín næstu skref svo á ferlinum sem þjálfari? Núna ertu orðinn kennari. Sérðu fyrir þér að taka þjálfarastarf og halda áfram eða varstu að skoða eitthvað möguleika að halda áfram á þjálfun í vetur? Já, þetta var náttúrulega að koma upp nokkuð tækifæri sko, sem að ég skoðaði heldur nátt sko, en ég komst aðeins að niðurstöðu að þetta var eitthvað sem að ég vildi aðeins bíða með og kannski prófa nýja leið og taka smá pásu og sjá hvernig það myndi fara með hausinn á mér, en bara núna, ég er búinn að vera í 3 vikur í þessu kennarastarfi og ég er strax farin að hugsa þjálfun sko, bara hvernig að ég kom mér aftur inn í þetta sko. Nákvæmlega. Þetta er sjúkdómur, þjálfun, ha? Þetta er það sko, maður er alltaf að horfa í kringu sig með þetta að gera sko, en að ég hef líka verið í fjölbrautaskólanum á Akranesi, hefur með afrekssvið þar í núna 2 ár. Já. Sko hvort að það væri möguleikur leið hjá mér að koma þangað meir inn og gera það meiri svona þjálfunar starfi í rauninni, en þá væri þetta svona í rauninni starf, þjálfun, þetta væri svona eitthvað þar á milli, það myndi heilla mig mikið sko. Blandaði svolítið saman kennslu þjálfun einhvern veginn. Það getur verið gaman. Það getur nefnilega verið helviti gaman sko, ef maður myndi púsla þessu rétt saman sko. 100%. Þannig við sjáum hvað gerist varðandi þjálfarajobbin. Þannig að allir fótbolta þjálfarar þarna úti, þið vitið einum lausum styrktarþjálfari. Já, það er ekki margir á Íslandi, þannig að þið vitið hvað ég á heima. Og svo búið samt að vera ákveðin kreppa á þessum styrktarþjálfara markaði í
þú veist, en það er önnur saga. Heyrðu, bækur, námskeið, podcast sem þú mælir með svona í lokin fyrir okkur. Um, ég ætla ekki að koma inn á það, en ég er mikill true crime maður, ég ætla að pitcha inn á hann í podcasti. Bækur, Coach the Coach, tek hann. Fór á Training for Warriors námskeiði hjá Martin Rooney, fekk þessa bók þar. Já. Virkilega góð bók. Okay. Hefur ekki lesið hana lengi, en ég las hana á sínum tíma og virkilega hrifinn af þessu. Það sem hann talar þjálfara sögur bara. Bara sögur af þjálfurum og þjálfarar að segja sína sögur. Aðra þjálfarabækur, bara, segðu þú mér, sko. Ég er með fullt dæmi hérna, en það er önnur saga. Hvað þú meina í skóinn fyrir mig? Ein í skóinn, nú kík ég í safnið hérna hliðina á mér. Heyrðu, Supple Leopard, Becoming a Supple Leopard, klassík bók hérna. Supple Leopard. Kelly Starrett, frábær bók fyrir mobility nulla. Þessi byrja á óskalistanum mér. Já, þetta er svona fyrsta sem ég dreig hérna úr hillunni, en það er alveg margt úr að velja hérna sá. Heyrðu, þetta er búið að vera frábært spjallhallur. Búið að vera gaman að heyra svona fína sögu og hvernig þetta hefur þróast hjá þér gegnum tíðina. Já. Ég bara þakka kærlega fyrir spjallið og Já, ég ætla bara vona að hafa það sem allra best hérna í þessum blessaða desember mánuði og hafa verið gott yfir jólin og bara gangið sem allra best. Takk kærlega fyrir að bjóða mér inn á magnaða þátt, ég hef virkilega gaman að þessu. Takk sömuleiðis og ég kannski fæ að heyra aftur í smástund ekki á kameru. Heyrðu, segjum það, heyrumst. Já, bless. Bye.